Hæ, í þessu myndbandi ætlum við að sýna ykkur bendilinn. Bendillinn er lóðrétt strik sem að bendir okkur á, eins og nafnið gefur til kynna, hvar við erum að stimpla inn texta. Þannig að núna þar sem ég er að stimpla inn textan í glósuforritið mitt, þá sé ég þetta blikkandi lóðrétta strik sem er bendillinn minn. Þegar ég byrja að stimpla inn einhverja bókstafi, tak ég eftir hvernig bókstafurinn birtist alltaf fyrir aftan bendillinn minn. Stundum getur svo staða komið upp að við stimplum inn vitlausan bókstaf. Og eitt af því sem við getum gert til þess að leiðrétta þetta, í staðinn fyrir að þurfa að stroka allt út, er að við getum fært bendilinn til. Og það eru tvær leiðir til þess að færa hann til. Við getum annars vegar ýtt á staðinn sem við viljum færa bendilinn á, og þá hoppar bendillinn þangað. Eða við getum haldið puttunum niðri á bylsláni þangað til að lyklaborðið verði tómt og þá getum við síðan dregið bendilinn fram og tilbaka eða upp og niður og sleppt þegar við erum komin á þann stað sem við viljum hann færist á. Og núna er bendillinn minn komin hingað og ég get strokað út eða halda áfram að stimpla inn bókstafi. Og svo þegar ég er búinn, þá er einfalt við erum að ýta aftast í setninguna til þess að færa bendilinn á þann stað. Þannig að það er nauðsynlegt að hafa góðan skilning á því hvernig bendillinn virkar vegna þess að hann er mjög gagnlegur þegar við þurfum að leiðrétta textan okkar eða bæta við einhverjum texta sem við glemdum.